brúð yfir Grænadal. Palli varð að aka hægt eftir krókóttum og þröngum götunum. Einhver veifaði til hans, en hann gat ekki séð hver það var. Góðan dag, kallaði hann. Hann var orðinn of seinn þegar hann kom að pósthúsinu. Góðan dag, Gugga. Fyrirgeðu, Sveinn. Það liggur ekkert á, sagði Gugga. En bólar ekkert á bréfunum að þess að mynda þoku að kenna. Fáðu sæti og þigðu tebolla. Takk, hann þykir gjarnan eftir allan aksturinn í þokunni, sagði Palli. Ég skerpi þá á katlinum. Þetta er gott. Palla var einmitt að hlýna og Gugga var einmitt að bera fram te og kexkökur þegar heyrðist í dyrabjöllunni. Kling! Ekki kemur einn viðskiptavinur svona snemma, sagði Gugga. Ekki er þetta gott te, sagði Palli. Gugga kom aftur með póstpoka. Hann er kominn, sagði hún. Strax? Hvernig gat hann verið stuttur á leiðinni? Það er engin þoka í Sandnesi, það er bara í Grænadal, svo hann varð ekki eins seinn og við héldum. Einmitt er ég alltaf að byrja á eftirlæti kexkökunni minni. Jæja, það er því að fást það, best að koma sér af stað. Bíddu, Gugga, ég skal hjálpa þér. Hann hjálpaði henni að sortera bréfin. Þau eru ekki svo mörg í dag, sem betur er, úr því að þokan er svona mikil. Blessuð, og þakkaði fyrir teið. Aktu varlega. Þokan er jafnvel þéttari en áður. Palli var vel kunnugur vegum í Grænadal, en þokan gerði þá torkennilega og bílvísin voru til lítið til hjálpa. Einhvers staðar hlaut hann hafa tekið vitlausar beygjur, svo hann stöðvaði bílinn með vegvísi til að reyna að komast að því hvar hann væri. Þvílík óheppni, þetta var þá ekki vegvísir heldur vegamótamerki. Hvað átti hann nú að gera? Palli hafði ekki hugmynd hvert átt að fara. Hann gekk eftir veginum og reyndi að sjá í gegnum þokuna. Ég sé bara reynd ekki neitt. Það er víst betra að missa ekki sjónar á bílnum. Já, hérna. Þokan sést meira að sjá gleraugun mín. Svo sá hann veru sem stóð á akrinum. Hvers vegna stendur hann svona grafkyrr? Þetta hlýtur að vera Steini smiður að ná sér í kanínur. Hann ratar. Ég ætla að afhenda honum bréfið hans og spyrja hann vegar í leiðinni. Palli gekk varlega áfram til að styggja ekki kanínurnar og lagði höndina á öxl Steina. Steini hreyfði sig ekki. Palli setti bréfið í jakkavasa Steina. Hann hreyfði sig ekki freka við það. Palli hnippti í hann. Þetta var fuglaræða. Vitlaus er ég, hugsaði Palli. Hann var feginn að enginn sá hann. Fyrirgeðu fuglaræða. Bréfið er ekki til þín og ég býst heldur ekki við því að þú getur vísað mér leið út úr þokunni. Vertu blessuð. Hann var að hugsa hvað hann ætti að gera þegar hann sá ljósklætu. Það var Andrés sem kom þarna á dráttarvélinni sinni. Til allrar hamingju var hann ekki villtur og hann vísaði Palla veginn.
og Palli gat aftur lagt af stað. Hann sá að búðarbíllinn hans Svenna stóð við vegarbrúnina. Halló, Svenni. Þessi þoka sest sveimir í hálsinn. Áttu nokkrar hóstapillur? Þessar hjálpa þér, sagði Svenni. Takkaði fyrir. Takk, Svenni. Bless, bless. Næst nam hann staðar við kirkjuna. Halló, Palli, þessi þoka er andstyggileg, sagði séra Jón. Ekki skil ég hvernig ég tókst að rata. Það þýðir víst lítið að hafa kóræfingu í dag. En ég býst við að fröken Randalín mæti, hún lætur ekkert stöðva sig. Þakkaði fyrir, Palli. Aktu varlega og treystu Guði. Vertu sæll. Vertu sæll, séra Jón. Þegar Palli kom aftur að bílnum sínum, sá hann að Njalli var horfinn. Palli leitaði allstaðar. Hvar gat kötturinn verið? Hafði hann kannski farið að leita að kanínum? Palli lagði af stað til að leita Njalla. Hann kallaði og hrópaði. Njalli! Njalli, hvar ertu, Njalli? Komdu, Njalli! Kiss, kiss, Njalli! Njalli! Kissi minn! Kissi minn! Njalli! Komdu, Njalli! Ó! Komdu, Njalli, þetta er ekki rétti tíminn til að fara í feluleik. Ó! Kiss, 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 kiss. Ó, hamingjan góða. Ó! Hvar hefurðu verið, Njalli? Þú hefðir ekki átt að stinga af í þessu veðri. Komdu nú. En Palli var villtur á ný. Nú erum við rammviltir og það er þér að kenna, Njalli. Reynum þessa leið. Hann gat ekki einu sinni fundið veginn, hvað þá bílinn sinn. Fröken Randalín var á leið til kirkju og fór því fram hjá bílnum hans Palla. Engin Palli, engin Njalli. Hvað hefur orðið af þeim? Halló, séra Jón, hefurðu séð Palla? Bíllinn hann stendur á veginum en hann og kötturinn hann sjást hvergi? Já, hérna. Palli kom hingað fyrir alllöngu. Þeir hljóta að hafa vilist í þokunni. Ég veit hvað best er að gera, sagði fröken Randalín. Við hringjum kirkjuklukkonum og þær vísa þeim leiðina til kirkjunar. Komdu, séra Jón, togaðu.
Hvers vegna verið að hringja kirkjuklukkunum? Það er ekki venja að hringja þeim fyrir kóræfingar. En það er eins og besti þokulúður. Nú finnum við réttu leiðina. Þarna kemur Palli. Halló, séra Jón. Halló, fröken Randalín. Mikið var gott að þið skildu hringja klukkunum. Við vorum rammviltir. En hvað gerir það til? Hér erum við heilir á húfi.